Næsta mál á dagskrá liður 9, Hlíðaskóli. Hér með afsala ég mér fundarstjórarétt og fer með mál. Ég veiti Höllu Björk Reynisdóttur fundarstjóraréttin. Takk fyrir það, til máls tekur Leila Ósk. Góðan daginn, ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Eins og ég sagði áðan þá heiti ég Leila Ósk og í dag vil ég tala fyrir hönd nemenda Hlíðaskóla, barna sem eiga rétt á öryggi, virðingu og góðu námi rétt eins og öll önnur börn í samfélaginu. En til þess að þessi réttindi verða veruleika þarf Hlíðaskóli stærra og betra húsnæði. Núverandi húsnæði uppfyllir hvorki kröfur núverandi nemenda né getur það tekið á móti öllum þeim börnum sem þurfa á úrræðinu að halda. Hlíðaskóli hefur einfaldlega ekki húsnæði sem stenst þær kröfur sem gerðar eru til nútíma skóla. Kennslustofunar eru of litlar, gangar þröngir og sameiginleg rými nánast engin. Þetta hefur bein áhrif á líðan og námsárangur nemenda. Þegar börn þurfa að læra í þröngum rýmum þar sem hávaði berst auðveldlega á milli og erfitt að finna ró, þá verið að skerða rétt þeirra til góðrar menntunar. Hlíðaskóli auk þess rekinn í 3 aðskildum byggingum. Þetta veldur bæði nemendum og starfsfólki miklum erfiðleikum. Börn þurfa að fara á milli húsa í kulda, rigningu og hálku. Þetta hvorki öruggt né hagkvæmt. Samkvæmt 3. grein barnasáttmálans á það sem barninu fyrir bestu alltaf að vera í forgangi. Það augljóst að það barninu fyrir bestu að öll starfsemi skólans sé undir einu þaki. Í mörg ár hafa nemendur og starfsfólk benda á að kennslurými skólans séu allt of lítil. Þetta ekki bara óþægindi, heldur þetta alvarlegt réttindamál. Samkvæmt 28. grein barnasáttmálans eiga börn rétt á menntun í öruggu og viðeigandi umhverfi. Þegar skólinn orðinn svo þröngur að ekki hægt að taka við fleiri nemendum, þá verið að skerða þennan rétt. Það biðlisti fyrir börn sem vilja komast í Hlíðaskóla en skortur á rými kemur í veg fyrir að þau fá það þjónustu sem þau þurfa og eiga rétt á. Í 29. grein barnasáttmálans kemur fram að menntun eigi að hjálpa börnum að nýta hæfileika sína og þroska þá færni sem þau búa yfir. Það ómögulegt að gera það þegar húsnæðið ekki hannað fyrir þann fjölda nemenda sem sækir skólan. Í Hlíðaskóla eru kennarar að reyna að skapa rólegt og öruggt námsumhverfi en þeir að vinna gegn aðstæðum sem eru einfaldlega ekki viðunandi. Það líka mikilvægt að nefna að skólinn ekki bara kennslustofur. Hlíðaskóli samfélag. Hlíðaskóli það rými fyrir hópastarf, sérkennslu, félagsfærniþjálfun, list- og verkgreinar, hvíldarrými og aðstöðu fyrir nemendur. Í dag slíkt rými nánast ekkert til staðar. Þetta bitnar sérstaklega á nemendum með sérþarfir sem samkvæmt 23. grein barnasáttmálans eiga rétt á stuðningi. Þegar húsnæðið svona takmarkandi ekki bara verið að hindra nám, heldur líka félagslega þátttöku, vellíðan og öryggi. Börn þurfa pláss til að hreyfa sig, til að vinna saman, til að eiga rólega stundir og til að fá stuðning. Hlíðaskóli hefur vilja, starfsfólk og metnað til að gera þetta allt, en ekki rýmið. Hversu lengi eigum að láta börnin bíða eftir því sem þau eiga rétt á? Takk fyrir. Það var ungmennaráðs fulltrúi Leila Ósk, lokið máli sem færi henni aftur fundarstjórn. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson stígur upp í pontu. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar. Ég að byrja á að spyrja, ég heyrði ekki alveg nafnið þitt. Leila Ósk. Þess að ég satt svo aftarlega, svo kannski bara aldurinn. En ég þakka kærlega fyrir þessa góðu ræðu og góðar ábendingar og hvassar ábendingar með. Vísun í lög og sjálfsögðu ber okkur að virða lög og standa við okkar skuldbindingar og gera það sem að þörf krefur til að skapa öllum börnum viðunandi umhverfi til náms. Ég hef fylgst svona lauslega með Hlíðaskóla í, alls ekki svona 20 ár síðan ég kom þangað fyrst og svona séð svo litla þróun og ég verið að segja að það jákvætt að það núna grundvöllur og eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem að það veitt og margir greinilega sem að sjá það sem rétta staðinn fyrir sig eða sitt barn. Það jákvætt en þá auðvitað á móti
eykst ábyrgð okkar bæjarfulltrúa stjórnenda bæjarins að efla aðstöðuna og eins og kom fram að starfsemin er í 3 húsum og þau náttúrulega voru ekki frá upphafi hugsuð fyrir skólastarf, þannig að eðli málsins samkvæmt þá er aðstæðan ekki fullkomin. Við höfum reynt að laga ýmislegt, til dæmis útiaðstöðu og hugað umferðarmálum þarna á svæðinu og fleira, og alveg eins og Leila nefndi að þetta er ekki bara skóli heldur samfélag og þá skiptir svakalega miklu máli umhverfið og upplifunin á að vera þarna á svæðinu, og við viljum svo gjarna að fólk upplifi þarna öryggi og nánd við náttúru og þess háttar. Þannig að ég verð bara að segja fyrir hönd bæjarstjórnar að við munum skoða þessar tillögur mjög alvarlega og athuga hvað við getum gert til að bæta úr einstökum þáttum og þar sem að skóinn kreppir. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu og orðið er opið. Þá skulum við færa okkur í næsta lið á dagskrá.